Gott kvöld. Í dag hefur verið vestlæg átt og víða él sunnan- og vestanvert landið en mest frost síðastliðna nótt fór niður í 11 stiga frost við Mývatn en hitinn í dag náði að komast upp í 5 stig á Borgarfirði eystra og einnig hér undir Eyjafjöllum og einnig fór hitinn í 6 stig tíma í Grindavík. Og á stóra yfirlitskortinu þá má sjá að það smá lægð sem hér austur af landinu núna en hún fór yfir landið í dag. Önnur lægð hér á milli Íslands og Grænlands og frá henni kemur úrkomusvæði inn á landið í nótt og fram eftir degi á morgun. En svo hér í útjaðri kortsins þá má sjá lægðina sem kemur til með að hafa áhrif á veðri hjá okkur seint annað kvöld og á föstudaginn. Og ef við skoðum hér hreyfinguna þá fjarlægist lægðin hér norðaustur af okkur, lægðin hér fyrir vestan okkur kemur nær með úrkomu sunnan og vestan til, en svo þegar líður á morgundaginn þá fer að þykna upp, fyrst þá sunnan og vestan til og hvessa þar annað kvöld. Og á hitasviðinu þá má sjá að það tiltölulega svalt loft yfir landin okkar og má búast við að hiti breytist ekki mikið næsta sólarhringinn, víða vægt frost inn til landsins en gæti þó farið upp fyrir frostmark tíma við suður og suðvesturströndina og annað kvöld þá tekur heldur að hlýna frá lægðinni. Og ef við skoðum hér vind og úrkomu í kvöld og fram eftir degi á morgun, þá reiknað með að það verði víða éljagangur hér sunnan og vestanvert landið í nótt og fyrramálið, en úrkomu lítið norðaustan til og svo seinnipartinn á morgun þá verður dálítið hlé á úrkomu tíma en farið að glitta í næstu lægð annað kvöld. Þannig að í fyrramálið verður staðan á þessa leið, suðvestlæg eða breytileg átt hjá okkur, yfirleitt svona 5 til 10 metrar á sekundu, él mest allt sunnan og vestanvert landið en úrkomu lítið hér norðaustan til og má reikna með að hitinn verði víða og undir frostmarki, sérstaklega þó norðan til. Og svo seinnipartinn á morgun staðan á þessa leið, hæg suðlæg átt hjá okkur tíma, dálítil él hér og hvar inn til landsins en víða úrkomu lítið og heldur farið að þykna upp hér vestanvert landið og svo ef við skoðum hreyfimyndina frá því annað kvöld og fram eftir degi á föstudag þá hafa verið gefnar út viðvaranir út af vindi á Breiðafirði og hríð bæði á hálendinu, Norðurlandi vestra og Vestfjörðum og eru þær í gildi frá því seint annað kvöld og fram eftir nóttu og falla svo úr gildi þegar líður á föstudaginn. En á föstudaginn búist við að verði nokkuð hvöss sunnanátt meginpart dags. Og hádegi verður staðan á þessa leið, nokkuð hvöss suðlæg átt víðast hvar, vindhraði svona 15 upp í 20 metra á sekundu vestanvert landið en heldur hægari austan til, rigning að mestu leyti hér suðaustan til og slitta þá inn til landsins en hér vestan til búist við að verði rigning með köflum og fari svo yfir í éljagang seinnipartinn. Og hitinn verður svona frá 2 og upp í 10 stig á föstudag. Og seinnipart á föstudag og fram eftir degi á laugardag útlit fyrir nokkuð stífa suðvestlæga átt, úrkomu lítið tíma norðan til en verði vaxandi sunnanátt svo aftur seinnipartinn sunnanvert landið með rigningu eða slyddu og á sunnudag útlit fyrir nokkuð hvassa suðvestanátt með éljum eða skúraveðri mest allt land en þó úrkomu lítið á norðausturhluta landsins og hitinn verður svona rétt yfir frostmarki víðast hvar. Og ef við skoðum hér örstutt meginland Evrópu þá útlit fyrir að verði víða þoka á Norðurlöndunum, einnig að reikna með skúraveðri víða miðbik álfunnar og hefur verið varað við eldingum bæði hér syðst á Ítalíu og á Grikklandi. Og á Íberíuskaga útlit fyrir að verði rigning í Portúgal en annars yfirleitt nokkuð þurrt. En látum þetta gott heita að veðri í bili, verði sæl.